Gott kvöld. Háværar raddir hafa verið nýtt kvennaframboð vegna þess hversu fáar konur komust inn á þing í nýafstöðnum kosningum. Til að ræða þetta eru komnar til mín Halla Tómasdóttir, fyrrverandi forsetaframbjóðandi, Þórunn Ólafsdóttir sem mætti á umræðufundi í gær kvennaframboð þar sem fullt var út úr dyrum og Guðrún Agnarsdóttir, ein af stofnendum Kvennalistans og fyrrverandi forsetaframbjóðandi. Velkomnar, allar þrjár. Takk. Þórunn, ef við byrjum á þessum fundi í gær sem þú varst á, þá var til hans boðað með 20 klukkustunda fyrirvara á Facebook. Já. Og þið bjuggust svona við kannski 20-30 konum til að ræða þennan vanda sem upp komin. Ég veit eiginlega ekki alveg hverju við bjuggust við, en við bjuggumst ekki við þessu. Nei, það mættu hvað 120 konur. Það er svona lauslega talið, mögulega fleiri, alveg á annað 100 þarna. Og hvað brann helst á þeim? Hvað var svona það helsta sem var rætt í gær? Það var bara svona almenn reiði yfir því hvernig úrslit þessara nýjastunu kosninga urðu og að hlutur kvenna skuli vera eins og hann 24 konur af 63 þingmönnum og við erum að hrapa hérna niður í 19. sæti úr 4. yfir jafna stöðu kynjanna á þingi og það voru hérna konur á öllum aldri, alls konar konur, alls konar bakgrunn og ég átti einhvern veginn svolítið vonaði að sjá bara svona konur sem ég kannaðist við og svona sem hafa verið virkar í kvennabaráttunni. Ég þekkti bara næstum því engan þarna. Þetta voru konur úr öllum áttum. Öllum áttum og öllum aldri, alls konar. Það voru konur þarna úr félagasamtökum og verkalýðshreyfingunni og stjórnmálaflokkum og háskólanemar Og var rætt að ráðast í einhverjar aðgerðir eða bara stofna framboð fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar eða var þetta bara svona umræða allt? Já, það voru ræddar alls konar hugmyndir að aðgerðum og það alveg ljóst að þessi fundur mun leiða til einhvers konar aðgerða. Hverjar að verða erum við ekki alveg vissar ennþá en kvennaframboð eitt af því sem var nefnt. Guðrún Agnarsdóttir, þú ert ein 3 kvenna sem komin á þing fyrir Kvennalistan 83 og við skulum minna okkur á það að þá voru konur 5% þingmanna og aðeins 12 konur höfðu setið inn á Alþingi frá upphafi vega. Svo við höldum þeirri staðreynd bara aðeins svona til haga. Hvernig líst þér á þessar hugmyndir? Þær koma mér ekki á óvart. Það hefur verið mikil gerjun í samfélaginu lengi. Þessar kosningar eru ákveðin áfangi getur maður sagt. En ef við bara lítum á hvernig umhverfi ungra kvenna hefur verið. Drusluganga, brjóstabylting og nú síðast ég líka eða MeToo þar sem að hundruðir þúsunda kvenna hafa tjáð sig reynslu sína. Það hefur ekki verið hlustað nægilega vel á öll þau mál sem brenna á konum. Það ennþá launamisrétti þrátt fyrir kvennabaráttu áratugaskeið. Það svo margt sem að konur myndu vilja koma að. Kvennapólitík sem að hefur ekki verið sinnt, sem að mál sem að hafa ekki verið tekin upp eða verið sett í hliðar. Og ég held að það sem að núna að birtast og oft búið að orða allt í einu orðið að veruleika og það vill nú svo skemmtilega til að það fundur núna í Helsinki hjá mörgum stofnendum kvennalista sem að hafa fundið að brenna á sér að það þyrfti að virkilega að styðja og styrkja konur sem vilja fara út í kvennapólitík bæði á Íslandi og líka erlendis og það hafa verið fyrirspurnir og beiðnir að einhverjar konur kæmu og segðu frá reynslu sinni og þekkingu sem þetta mikil. Þetta konum ofarlega í huga. Þetta konum ofarlega í huga og þetta eitthvað sem að greinilega þarf að bregðast við hvort sem það verður með framboði eða með öðrum aðgerðum. Og stjórnmálaflokkar þurfa að hlusta á þetta. Konur helmingur þjóðfélagsins. Halla, hvað segir þú? Myndi kvennaframboð fjölga konum inn á þingi eða á þetta að vera stjórnmálaflokkana eingöngu? Ég fagna allavega þessum styrk sem konur að sýna og það segir mér að við áttum okkur á að það styrkleiki Íslands að vera í forystu í jafnréttismálum. Ég veit ekki hvort að kvennaframboð svarið en ég veit að það svarið að tefla fram fjölbreyttum hópi á sviði stjórnmála eins og í forystu fyrirtækja og
og hvað sem við viljum gera, forystu íþróttahreyfingarinnar þess vegna. Og ég tala nú út allan heim þessi mál og erum við mikið að vinna með erlendum fyrirtækjum sem eru að taka til endurskoðunar sín vinnubrögð til þess að reyna að vera með hæfileikaríkasta fólkið í forystu, bestu forystuna. Og ég held að allavega ef ekkert annað kemur af þessu, þá vona ég að hver einasti stjórnmálaflokkur taki spegilinn og horfi vel í hann og spyrji sig að því hvernig eru við að standa málum og hvernig ætlum við að gera þetta betur. Allavega ef þeir vilja ennþá fá atkvæði innan einhverja tíðar því að krafturinn og krafan þannig. Og hún ekki bara á Íslandi. Sjáu þið hvað búið að vera að gerast í Bandaríkjunum frá því að Trump varð forseti. Það gríðarleg aukning í áhuga kvenna að bjóða sig fram. Og ég fagna þessum krafti mjög mikið en auðvitað vil ég ekki segja að neitt stjórnmálaflokkur eigi að sleppa tökunum af ábyrgð í þessu máli. En Sjálfstæðisflokkurinn, það var mikil umræða það fyrir kosningar, Brynjar vék fyrir Sigríði Andersen, þannig að hún færðist eitt sæti og leiddi það kjördæmi. Bryndísi Haraldsdóttur var hleypt upp fyrir í Kraganum. En það vék enginn fyrir Unni Brá til dæmis og hún datt út af þingi með þó lengstan þingaldur sjálfstæðiskvenna. Þetta svona svolítið á hægri vængnum og Miðflokkurinn kom ekki vel út úr þessum kvennamálum og flokkur fólksins. Það auðvitað kona sem leiðir þann flokk en 3 karlar komu inn með henni. Af hverju þetta á hægri vængnum frekar en vinstri vængnum? Af hverju kjósa sjálfstæðismenn? Þetta allt prófkjör sem kosið var. Ég veit ekki hvort að, í mínum hugur jafnréttismál ekki hægri eða vinstri mál. Þau eru framfaramál og þau eru efnahagsmál og þau eru samfélagsmál. En af hverju tregða á hægri vegna? Ég hugsa að þetta sé kannski svipað með fyrirtæki, því ég þekki nú kannski starfið í stjórnmálaflokkum ekki að eigin reynslu, en í fyrirtækjum þá eru það oft eldri og rótgrónari fyrirtæki sem voru búin til á þeim tímum þar sem að eingöngu karlar voru í forystu sem að taka upp siði og venjur sem að síðan verða til yfir tíma og kannski auðveldara fyrir nýrri framboð að taka upp nýrri siði. En ég segi nú bara við Sjálfstæðisflokkinn eins og hvern annan flokk að ef það ekki tími núna til þess að skoða í tölurnar og hverjir að kjósa og hvernig niðurstaða þeirra þar, það náttúrulega mikil synd að missa öfluga konu eins og Unni Brá af þingi. Það mikill missir að því sama hvar þú stendur í stjórnmálum að mínu mati. En það líka talað að orðræðan, það kannski sofna allir þegar maður segir orðræða, en orðræðan var svona talin svolítið karllæg fyrir þessar kosningar, skattalækkanir og þetta svona efnahagsmál, það var lítið fjallað önnur mál. Viðreisn setti á oddinn jafnréttismál, þjóðarsátt hærri laun fyrir kvennastéttina. Já, sem vel, en ég held þetta snýst bæði stefnumál og þetta snýst líka vinnubrögð. Og hjá kvennalistanum á sínu tíma þá voru stefnumálin mjög áríðandi og mikilvæg, en vinnubrögðin ekki síður. Þetta var hugsjónarhreyfing, grasrótarhreyfing, þar sem við tókum niðurstöðu eða tókum ákvarðanir með því að hafa samráð. Það fylgdi þessu mikil gleði og mikil kraftur og allar fengu að leggja sitt lóð á vogarskaflarnar og tekið mark á öllum og niðurstaðan fengin þegar allar höfðu lagt í púkið. En hver karlframbjóðandinn á fætur öðrum hefur sagt núna eftir þessar kosningar það hefur bara verið erfitt að fá konur inn í stjórnmál? Já, kannski af því að þeir smíðuðu húsið. Hún ákvaði ekki einu sinni innanstokksmunina, hvað þá að hún ákvæði hvernig húsið var smíðað. Já, en henni var kannski boðið sæti einhvers staðar út í horni. Það var svolítið þetta sem kom fram í gær að það var fullt á ungum konum þarna til dæmis og bara konum sem hefðu ekki reynslu af stjórnmálastarfi sem sögðu ég get alveg hugsað mér að fara í framboð en það verður að vera á mínum forsendum. Og það var einmitt þetta sem kom þarna fram í gær líka eins og þú nefnir hérna málefnin sem var verið að ræða hérna fyrir kosningar. Að 2008 hrynur hérna hagkerfið og efnahagsmál verða eðlilega stærsta kosningamálið. Núna hrynur hérna springur ríkisstjórn á femínískum forsendum. Það þarna kynferðisofbeldi og þöggun og hérna leyndarhyggja sem verður til þess að stjórnarslitin verða. Og hvað fyrir við að tala eftir kosningar? Við fyrir að tala efnahagsmál. Og það þessi... Sem auðvitað mikilvægt, en það komast að fá önnur mál af. Það gerði það og ég held að ef að einhvers konar kvennaframboð femínískt afl til staðar, þá kemst einhvern veginn umræðan ekki upp með það að
líta fram hjá þessum málaflokki. Það þetta dagskrárvald að, sem sagt, að umræðan að þarna sé fulltrúi umræðunar í stúdíóinu, í leiðtogaumræðunum, á öllum fundum og að einhvern veginn að feminisminn sé aldrei fjarverandi eins og hann var því miður. En ykkar áhrif, þið höfðuð klára áhrif þegar þið komið inn á þing, þá fóru aðrir stjórnmálaflokkar í nafnskoðun og þið veittu þeim aðhald. Já, það voru 5% þegar við komum inn á þing. Og eftir að við vorum komnar inn á þing og með 2 konum frá bandalagi jafnaðarmanna að þá hækkaði það upp í 15%. Og þegar að kvennalistinn hætti að bjóða fram, hann var það pólitíska afl sem lifði lengst af þeim sem hafa komið ný inn á sviðið, 16 ár. 1995 þá voru konur komnar í 25%. Það mikilvægt að fjölga konum til þess að kvenþjóðin eigi fulltrúa, en það náttúrulega líka mikilvægt að þær konur sem að verða fulltrúar annarra kvenna, að þær vinni að hag kvenna. Kvennapólitík ekki bara konur séu á þingi, það líka þær vinni að bættum hag kvenna. En það kannski líka, sko, af hverju var þetta ekki meira rætt fyrir kosningarnar? Ég velti fyrir mér, þetta ekki bara orðin svona óumdeildur hlutur, jafnrétti? Eitthvað bitbein? Það eru allir sammála að við eigum að vera jöfn og jafnmörg á þingi og allt þetta. Getur það verið ástæðin? Að bara, svona, fólk hafi lítið sofnað á verðinu bara því okkur þykir þetta svo sjálfsagt? Já, sko, jafnrétti eitt af gildunum sem kom til dæmis út úr þjóðfundi. Ég held að þjóðin sé sammála jafnrétti, en ég held að við sofnum oft á verðinum og gleymum þessu og það gerist líka hjá þeim sem setja þetta á oddinn. En mig langar kannski aðeins að taka þetta sko frá því að vera umræða bara konur og karla, því að ég hef alltaf sagt að við þurfum að, ég mikil áhugamanneski forystu og fjölbreytni í forystu og ég held að hugmyndir okkar forystu og hvernig leiðtogi haga séu ennþá mjög karllægar og kannski pínlítið gamaldags. Þannig að við erum kannski ennþá að horfa til þess að þá einhver einn eða einhver ein að koma og bjarga okkur úr þessu ástandi sem við erum ósátt við, einhver sem veit allt, kann allt, getur allt og þetta með lausnina og þannig að þeir sem hafa hátt og eru jafnvel með mjög stór ego, þeir oft verða ofan á í umræðinu því að þeir eru með sjálfstraustið og það virðist eins og þeir hafi svörin. Við þurfum að breyta hugmyndum okkar því að góð forysta, hún ekki svona, auðmýkt reyndar hornsteinn góðs leiðtoga. Og við þurfum svolítið öll að horfa í spegilinn og segja ég líka leiðtogi, hvað ætla ég að leggja mörkum til þess að við náum meiri samvinnu, við náum að breyta þessari orðræðu því að við erum öll komin með nóg af henni og breyta vinnubrögðunum og þetta verði ekki eins mikið svona við á móti hinum. Og eina sem ég óttast við þessa umræðu að margir telja að þessi umræða verði til þess að konur séu einhvern veginn að skipa sér í annað lið heldur en karlar. Það eitt lið hérna, það heitir Ísland. Við þurfum á fjölbreytilegum hæfileikum ólíkra einstaklinga til þess að koma saman. Það á að vera jafnrétti í því að það efnahagslega og samfélagslega gott fyrir okkur. Við látum þetta verða lokaorðin því miður. Takk kærlega fyrir komuna og við sjáum til hvað verður úr þessu kvennaframboði á næstu mánuðum. Já, takk. Gott kvöld. Ein þekktasta ópera heims, Tosca, eftir ítalska tónskáldið Giacomo Puccini, var frumsýnd í Hörpu fyrir skemmstu. Hingað komin til að fjalla um þetta eru Hlín Agnarsdóttir og Magnús Lyngdal Magnússon sagnfræðingur, verið velkomin bæði tvö. Takk. Tosca, þetta ástríðufullur og blóði drifinn harmleikur. Hér segir frá söngkonunni Toscu og ástmanni hennar, Cavaradossi málara, sem uppsker reiði Scarpia lögreglustjóra þegar hann skýtur skjólshúsi yfir pólitískan strókufanga. Og það hefur aldeilis afdrifaríkar afleiðingar. Hvernig fannst þér takast upp, Magnús? Ég var mjög hrifinn. Mér fannst hún vel spiluð, mér fannst hún vel sungin og vel leikinn og almennt séð var þetta bara gott leikhús. En svo segir þá þetta þekkt verk, þetta ein mest flutta ópera veraldar sem hefur þetta sína kost og galla fyrir flytjendur að maður getur búist við að það séu fleiri út í sal sem þekkja verkið og flytjendur eru þá kannski berskjaldaðri fyrir svona sinni túlkun á verkinu. En almennt séð þá fannst mér verkið vel sungið. Það eru þessi 3 söngarar sem bera verkið uppi, það Tosca, Claire Rötter, það Cavaradossi málarinn sem var Kristján Jóhannsson og Scarpia lögreglustjórinn í Róm sem Ólafur Kjartan Sigurðarson söng. Það var
kannski mest eftirvænting tónleikagesta eftir Kristjáni Jóhannsyni. Já, salurinn hélt mjög með honum hérna og bara bjó sig undir að hillan fann maður á frumsýningu. Já, það var gríðarlega góð stemming. Ég held ég hafi aldrei upplifað aðra stemmingu í Hörpu á frumsýningakvöldinu. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að fá að sjá Kristján Jóhannsson í þessu hlutverki sem hann hefur sungið, held ég, 400 sinnum í New York, Róm, Madrid, Berlín, Vín. Við sáum hann að vísu í Íslensku óperunni 2008 í Cavaliere Rusticana og Pagliacci, en þetta svona hlutur sem að hann hefur eignað sér í gegnum tíðina og þess vegna var mikil upplifun að fá að sjá hann er ekki tvítugur lengur, við viljum orða það bara þannig, en maður heyrði bara strax í fyrstu aríunni Recondita Armonia að hann er í fantaformi og söng þetta gríðarlega vel. Já, Hlín. Já, röddin naut sín mjög vel í Hörpunni, hann er með það stóra og kraftmikla rödd að bara hann náttúrulega opnar sýninguna á þessari aríu og leggur salinn að fótum sér, getum við bara sagt, áhorfendur. Og það sem mér fannst nú líka eiginlega stórkostlegt, músiklega var hljómsveitarstjórnin, þessi ungi hljómsveitarstjóri sem hefur svo skýra og skýra stefnu í því sem hann er að gera að það bara verður það verður unaðslegt að hlusta á þessa flottu músík undir hans stjórn. Það er Bjarni Frímann Bjarnason, hans frumraun í rauninni. Frumraun í Íslensku óperunni, hann hefur stjórnað eitthvað á Íslandi. Ég verð að segja að ég hef aldrei heyrt betur flutta óperutónlist á Íslandi. Verkið byrjar auðvitað á þessu massífa skarpía stefi sem að hendur okkur beint inn í hringuðina. Maður heyrði þá bara strax að hljómsveitarstjórinn hafði sína skoðun á verkinu og það sem vakti athygli hjá mér líka var að hann var mjög svona sjálfstætt þenkjandi í tempóum. Þau voru alls ekki hröð, þau voru frekar hæg að eitthvað En vel mótuð. Vel mótuð og það var hugsun á bak við allt sem hann gerði. Ég bara nefni sem dæmi lokin á fyrsta þætti lofsöngin eða TDM sem Skarpía syngur. Lötur hægt til að byrja með og byggði upp gríðarlega spennu. En á samaskapi studdan gríðarlega vel við söngvarina sem er auðvitað hlutverk hljómsveitarstjórans fyrir að halda utan alla sýninguna að skila verkinu út í sal. Þannig að söngvararnir njóti sín. Já, og þeir sem voru í aðalhlutverkum sem sungu Toscu og náttúrulega Kristján og svo náttúrulega Ólafur Kjartan, þau héldu mjög vel utan sín hlutverk. En þetta eru ungir aðstandendur á sýningunni, það er að segja leikstjórinn Greg Aldridge frá Ástralíu, svo Bjarni Frímann og þetta er frekar ungur hóp. Þetta er merkilega hefðbundin og svolítið íhaldssöm uppsetning. Þeir sem sviðslistamennirnir sem koma að þessu sem eru leikstjórinn og leikmyndahöfundur, þetta er frekar hefðbundin uppfærsla þó hún er naturalistisk, það er verið að í raun og veru við fáum mjög skýra mynd af öllum senunum og það er mikið lagt í leikmyndina og mér fannst ef ég get fundið að einhverju fannst mér þessi leikmynd aðeins of stór og klossuð fyrir sviðið í Hörpu sem er ekki leikhús og þess vegna tók langan tíma til dæmis að skipta svið á milli þátta og eiginlega var það dálítið pínlegt fannst mér þegar í milli annars og þriðja þáttar því að það tók 25 mínútur að skipta svið fyrir þátt sem er 25 mínútur að lengd. Fannst þetta galli að þetta væri svona hefðbundið eða virkar verkið einhver síður? Já, verkið virkar, ég hef séð Toscu bæði í hefðbundnu uppfærslu og nútíma uppfærslu og það er alltaf, menn er alltaf að taka ákveðin sens þegar þeir færa verkið til í tíma. Það sem að kannski þetta er svona kannski eins og að horfa á fótboltaleik að maður getur haft skoðanir á hvernig á að spila leikinn en hefur kannski ekki hæfileika til þess að framkvæma það sem maður getur ímyndað sér að vera bestinn á vellinum en verkið er alveg nógu ofbeldisfullt þó að sé ekki verið að draga fram eða gera það ennþá ofbeldisfullra heldur en það er. Það er fjölda aftaka í lokin en ég verð að segja að mér fannst þessi uppfærsla mikil sigur fyrir Íslensku óperuna. Þetta er þriðja skipti sem að Tosca er sýnd á Íslandi. Ég sá hana 2005. Þetta var miklu betri sýning og raddirnar, þetta er allt þessar þrjár megin raddir í verkinu eru allar stórar. Það er að segja Kristján, Ólafur og Claire og Harpa er stórt hús og raddirnar bárust mjög vel salinn. Já, Hlín, þín niðurstaða örstutt.
Jú, ég hefði kannski vilja skera aðeins niður þessa leikmynd og leggja meiri áherslu á leik þessara og dramaði hjá þessum þremur aðalpersónum. Kæra þakkir fyrir þetta. En í síðustu viku fjölluðum við leikritin Risaeðlurnar og Guð blessi Ísland. Það er rétt að taka fram að þar sem verkin voru frumsýnd sama kvöld höfðum við aðeins séð forsýningu Risaeðlna eða lokaæfingu. Regla okkar er sú að fjalla ekki verk fyrr en eftir frumsýningu, en í þessu tilfelli viku við frá því. Ragnar Bragason, leikstjóri sýningarinnar, gerði athugasemd við þetta sem við föllumst á og biðjumst velvirðingar. Hlín fór hins vegar aftur á sýninguna á föstudag og breytti það einhverju? Nei, það breytti engu skoðun mín á því sem ég hafði þegar sagt hér í öðrum þætti. Já, þannig að efnislega stendur þetta frá því síðustu viku. Já, það stendur alveg hreint, nema leikararnir standa sig vel. Já. En verkið gallað. Já, takk fyrir það. Þættinum þá lokið í kvöld. Verið þið sæl. Víkingarokksveitin Skálmöld hélt tónleika í samstarfi við Sinfóníuhljómsveit Íslands, Karlakór Reykjavíkur, Kammerkórinn Himnódíu og Barnakór Kársnesskóla. Skálmöld og Sinfó, mánudag klukkan 22:20 á RÚV.